Við erum komin hérna saman til að kveðja Jóhann Þórarinn Ragnarsson. Saman ætlum við að fylgja honum síðasta spölinn og fela hann í Guðs hendur. Það er nú venjan að í upphafinu er farið með upphafsbæn sem að heitir útförinni. En ég held að það væri ekkert annað við hæfi hérna en að fara með meðhjálparabænina sem hann fór með veit í hversu hundru sinnum hér í þessari kirkju. Þau sem kunna bænina með að gjarnan taka undir. En við helgum þessa stund kærleikunum og við segjum í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir skaparinn, þú Drottinn Jesús frelsarinn, þú heilagi Andi huggarinn, vill við mig tala í þínum orðum. Drottinn, heyr þú vortur þína bæn og opna þú með þínum heilaga Anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauðu og taki framförum í kristilegu hugarfari og lífverði. Bænir það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Amen.
erindi er náttúrulega sannleikurinn líf þeirra sem að verja stórum hluta ævinnar á sjó. Og þessi sálmur er alltaf sunginn á sjómannadaginn og Jói vissi það og bað hann þess vegna. Á sjómannadaginn förum við yfirleitt líka með þennan reikningartexta. Dag einn fór Jesús út í bát og lærisveinar hans. Hann sagði við þá: förum yfir vatnið, og þeir létu frá landi. En sem þeir sigldu sofnaði hann. Þá skall stormhrina og vatnið svo að nær fyllti bátinn. Voru þeir hrætt komnir. Þeir fóru þá til Jesú, vöktu hann og sögðu: meistari við förumst. En Jesús vaknaði og hastaði á vindinn og öldurútið og það slotaði og gerði ró. Og hann sagði við þeim: hvar er trú ykkar? Þannig hljóðar heilög Guðspjall. Amen. Ég les úr 121. Davíðssálmi. Ég hef augum mín til fjallanna. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn flundar ekki. Nei, hann flundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Það er Drottinn sem er vörður þinn. Drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarheitin ekki vinna fyrir mig, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun verða þig fyrir öllu illu, hann mun verða sál þín. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Amen.
Kærleikurinn öfundar ekki, ekki raungsamur, reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikurinn. Kærleikurinn breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei í gildi. Amen. I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your
seen this room and I've walked this floor. You know I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on the marble arch. Love's not a victory march. It's a calling, it's a broken hallelujah. 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 Well, there was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do you? But remember when I looked at you, before you go, you was moving too. And every breath we drew was hallelujah. 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 Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to lose you somebody who won't true ya. And it's not a cry that you hear at night, and it's not so wild to see the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Ég les úr fjallræðunni eins og Matteus guðspjallamaður hefur hana eftir Kristi. Jesús segir, þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar með hverju á að selta, það þá til einskis nýtt, en fleygja því og tróða eftir rótum. Þér eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur færi til bugast. En ekki kveikja menn ljós og setja undir mælikvél, heldur á ljósastiku, og þá lýsir það öllum í húsinu. Og þannig lýsir ljós yfir meðal mannanna, þeir sjáu góð verkinar og vexa með föðurinn sem á himnum. Þannig hljóðar heilagt guðspjall og sælar við þegar við heyrum Guðs orð og varðveitum í hjörtum vorum. Amen. Fast englar besegrar, svävar ut ur dina vid himself lever min tro, och jag ser hjärtats kajra. Väck med sångar
Ég flyt ykkur kveðjur. Anna María og Maggi í Grímsey senda kveðjur sína. Ég fékk þetta kveðjur sem að mátti líka vera bara frá Grímseyingum öllum með þakkir fyrir bara allt. Ég flyt ykkur kveðjur frá íbúum og starfsfólki Víðirhlíðar, Furuhlíðar og Rathúsanna. Og flyt ykkur innilega samúðarkveðjur frá Sigurjóni og Elmu. Gunnlaugur Garðarsson vildi koma til skila innilegum samúðarkveðjum og þökkum fyrir vináttu og eigingjarna þjónustu Jóhanns í kirkjuna til áratuga. Hann Jói var ótrúlegur maður og það er alveg víst að við sem erum komin hérna saman við erum ólíkar myndir af honum í huga og hjarta, enda var hann var svo margt og hann átti svo mörg líf. Hann hafði komið víða við og lagt sig fram að gefa af sér. Það var engin vöntun á sögum af kallinum og það er alveg ljóst að í stuttu minningarorðum þá komust ekkert langt í því að gefa Jóhanni full skil. En það er nú líka þannig að þegar við hugsum hitt-fólksins okkar, þá eru þau kannski ekki endilega minningar á ákveðnum stundum eða samverðum sem að skína skærast, heldur kannski minningin af þeim tilfinningum sem að við upplifum í návistunum. Ég hef sannlega fengið heyra að með Jóa þá upplifði fólk virðingu og gleði, öryggi og gæslu. Hann Jóhann Ragnarsson fæddist á Bíldudal þann 7. febrúar 1942. Hann flutti 5 ár til Grindavíkur með foreldrum sínum, þeim Ragnari og Gilu, en
þráðurinn vestur hann slitnaði eftir því að Ólafur afi bjó að húsum í Selárdal og þangað fór Jóhann nokkur sumur í sveit. 14 ára byrjaði hann að fara á sjó með pabba sínum og þar hefst í rauninni ævistarfið. Því Jóhann var meira og minna á sjó alla sína starfsævi, á smábátum, togurum, ferju og fraktskipum. Hann fór ungur á mótornámskeið og kominn með vélstjóraréttindi þegar hann kaupir sig inn í útgerð Hafsteinsskólabróður með Ragnari pabba sínum. Þeir voru fljótir að sjá að Jóhann var harðduglegur og veigraði sér ekki við að stíga í hvert hlutverk sem þurfti að sinna honum. Tvítugt þá Jóhann búinn að kaupa sér hús í Grindavík og giftast henni Dolly. Eftir nokkur ára sambúð þá nær Dolly að draga með sér til Bandaríkjanna þar sem hún átti ættingja. Og það nú alveg víst að vinnufélagar og barnabörnin hafa fengið að heyra hasarsögur og mögulega einhverja lygasögur frá þessum Ameríkárum. En þarna vestra þá starfaði hann við að skipta rúður í bílum á svolítið svona skuggalegu verkstæði. Hann sagðist fyrst hafa átt í einhverjum viðskiptum við mafíósa og var farin að venjast í að byssukúlur hlutu hjá þeirra skotbardaga og hlutu slutt í kringum hann. En honum var nú ekkert mengt af byssukúlum. Það alveg ljóst. Þegar við horfum yfir lífið hans að yfir honum var vakað. Jóhann lenti á spítala út í Bandaríkjunum. Maginn hafði sprungið á þakkargjörðahátíðinni. Og þar sem hann var útlendingur þá var það eitthvað hafari vegna tryggingamála. Það mátti vist ekki skera hann fyrir að yfirlæknir hefði gefið grænt ljós. Og eftir hættulega langa bið þá komst hann undir hnífinn og læknirinn var gallharður á því að hann hefði bara lifað af því hann hefði vestfirska víkingablóðið í æðinu. Ef þú verið kani værirðu dauður, sagði læknirinn. Þetta var ekki til fyrsta skipti sem hann stóð augliti til auglitis við eilífðina. 5 ára gamall að fjallan fram af Álfakletti á Bítudal, Banakletti sem hann ber nafn með regnbundu og gekk heill og óskaddaður fram. Einst á fjallan eitt sinn í sjónum og var töluvert þrekaður þegar loks tókst að bjarga honum. Af hverju voru það þessu? Spurði. Það var svo fallegt inni. Það var svo falleg blómabrekka sem hann sá, en hann Jóhann var ekki feigur. Hann átti nóg eftir. Eftir Ameríku-ævintýrið þá flutti Jóhann einsamall heim og fór aftur á sjó. Hann var í Eyjum tíma og kynntist þar Sigríði Guðmundsdóttur og þau eignuðust soninn Ragnar Ævar í byrjun árs 1975, en samband þeirra var ekki langt. Þegar að Jói fertugt þá hefst sá kafli lífsans sem ég held að við flest sem erum komin hér saman í dag þekkjum. Þegar að Guð og Sigga voru þurrkan upp, kom honum á réttan kjöl og Jóhann stígur inn í líf barna hennar og barnabarna. Og þau hjónin hafa fallegt saman. Algjörlega verið stoð hvors annars og stytta. Sigríður hafði orð á því að Jóhann hefði alveg ótrúlega þolinmæði og dóttirinnar skaut þá inn í að það hljóti að vera fyrst að hann dolla með henni. Þetta sé á. Vitið það stein sannarlega í gegn hjá Jóa hvaðan var mikla virðingu fyrir sinni konu og líka það að hann hafði tekið ákvörðun að snúa við blaðinu. Lifa eins góðu lífi og mögulegt væri að vera til fyrirmyndar á hvernig hátt sem hann gæti. Það var eitt sem ég rekti við sem sagði að menn væri nú yfirleitt góðir þegar þeir væru farnir, en Jói hefði sannarlega verið það líka meðan hann lifði. Hann var á Snæfellinu og Helgafellinu áður en hann tók stöðu vélstjóra á Grímseyjarferju. Og það örugt að það skiptir engu máli hvaða Grímsey rætt við, þeir ber honum allir góða sögur. Bóngóður, ef það þurfti að skutla einhver í land eða koma einhver út í eyju þá var svarið alltaf já. Jafnvel að það þurfti að taka út peningi í banka eða koma umsóknum
vegabréf til sýslara þá gerði hann það fyrir vini sína út í eigin. Það eru ófá börnum sem hann gætti og ruggaði í svefn meðan foreldrarnir tókust á við sjóveiki á siglingunni, ótal margir sem fengu lánaðar kaujuna hans borð í ferjunni og eitt sinn þegar að verulega slæmt var í sjónum og Satan skorðaði undir borði með ungabarn í fanginu alla siglinguna nema í 2-3 skipti þá laumaðist hann til hérna móðurinnar og lagði barnið á brjóst. Hann var svo miklu meira en bara vélstjóri. Það var mikill söknuður þegar hann lauk störfum í ferjunni. Það var á vissan hátt nýtt líf sem hann eignaðist þegar hann hætti á togarunum og fór á ferjuna. Líf togarasjómannsins jú þannig að vinnan á þig þegar þú ert á sjó, konan á þig þegar þú ert í landi og hann eignaðist skyndilega meiri frítíma og þess fengu vinir og fjölskyldan að njóta. Barnabörnin, þau áttu í honum hvert bein. Það lifir með þeim umhyggjan og virðingin sem að Jói sýndi þeim. Ef þau voru að segja hann frá einhverju, jafnvel einhverju sem hann hafði engan áhuga á, þá hlustaði hann og spurði jafnvel það næst þegar þau hittust. Og í mörg ár þá fóru þau Sigga með allan barnabarnaskaran í bústað og Illugastöðum, eina viku á sumri. Þar eru dýrmætar minningar. Það var ekkert stressað gömlu krakkarnir voru út að leika fram undir 1 nóttina. Það kallaði Sigga á þau að þau eru búið að poppa og kveikja vídeó og svo bara loknaðu stundum að veita þau í sófanum. Og þessi hefði lifði og þegar barnabörnum voru orðin eldri þá fóru þau með gamla sættið bústað, stjönuðu við þau og leyfðu sér að verja dýrmætum tíma saman. Og þarna fjársjóður Jói. Hvað sem hjarta þitt þar mun fjársjóður þinn vera, segir frelsarinn á einum stað og það skein í gegn að hann var fullkomlega meðvitaður það ríkidæmi sem hann átti. Og hann tók því ekki sem sjálfsögðum hlut heldur leyfði fólkinu sín að finna hvað þau skipta miklu máli. Hann var algjör förkutók, kannski að einn bakvarðarsagan lýsir því vel hann féll frá borði ferjunar og lenti illa á bryggjupálma. Kallinn hryggbrotnaði, hann ætlaði bara að standa strax upp og Sigurjón skipstjóri þurfti að hafa mikið fyrir því að halda honum niðri þangað til að sjúkrabíllinn kæmi. Það ekkert að spyrja því hvað hefði gerst ef Jói hefði reynt að standa upp, en eftir að læknarnir kjörsluðum saman, þá var að fara að hlaupa tröppurnar niður á bjargi 3 vikum seinna. Ódi, hann hafði orð á að honum þættu eiginlega allir augingjar og hann færi sparlega í að fólk hraustmenni en að Jóhann hefði sannarlega verið hraustmenni. En á sama tíma mesta ljúfmenni sem að hugsast getur. Jóhann ykkar var alla tíð mjög sterkur og hugaði vel að heilsunni. Hann var yfirleitt farin út snemma á morgnana, búinn að fara í ræktina og kíkja í morgunkaffi til félaganna áður en hann mætti heim og fætti Siggu sinni morgunbolla. Og það skipti ekkert máli hvað hann kom, hann virtist alltaf þekkja fólk og hann leyfði vinum og kunningjum sannarlega að finna hvað hann var glaður að mæta. Það var auðvelt að líða vel í nærveru Jóhanns. Húmórinn var mikill, stundum svolítið lúmskur, barnabörnin mun eftir því að ef honum fannst Sigga vera farin að tala einhverju vitleysu, þá bara brosti hann og sendi þeim augnaráð sem að sagði miklu meira en 1000 orð. En þau hjónin nutu þess að skemmta sig saman og með góðum vinum. Jói var alltaf flottur í tauginu, passaði það að koma vel fram á dansgólfinu, þá komust fáir með tærnar þar sem hann hafði hægðar. Og talandi líf, hér í Klifakirkju var hann meðhjálpari í næstum 3 áratug. Stundum spöðuðust lífin, Sigurjón skipstjóri var að ferma dóttur sína hér og mætir frá Jóa í öðru hlutverki en venjulega. Og þegar Jói kominn í hvítu örbuna og til í slaginn, þá gengur hann til Sigurjóns og segir alvarlegur: "Þú mátt ekki hlæja." Nei, það engin völdun á söguna. Og
Ég hef fengið að heyra nokkra góða sem ég var bannað að fara með þetta í dag, en allt það sem er ósagt það eigið þig og það lifir með þig. Allar samverustundirnar í Lundskógi og síðan Skíðardal, styrking sem að Jói rétti um hjálparlönd mætti jafnvel óumbeðin fyrir allar aldir til að mála hjá fólkinu sínu. Ferðarveginn, Liverpool áhuginn, hasarsögurnar, þegar tollurinn greip hann í smá smygli fyrir siggu sína og þið eigið fjársjóð. Og ég hvet ykkur til að deila þessum fjársjóði með hvoru öðru og leyfa næstu kynslóð að þekkja Jóa í gegnum sögurnar og leyfa öllu því sem hann gaf að lifa með ykkur áfram. Jóhann hafði tekist á við krabbamein í tæp 8 ár. Heilsunni voru raka nokkuð upp úr áramótu og þau Sigríður fluttu upp á Hlíð og Nebúr. Þar leið honum vel. Hann upplifði öryggi og hann vissi að það væri Sigga hans örugg eftir að hann færi. Jóhann ykkar kvaddi í friði þann 10. júlí klukkan 16:40 umvarm fólkinu sínu og sendi okkur eldgosið í litla rúti í kveðjugjöf. Það hófst hann nákvæmlega sömu mínútu. Í einum ritningartextanum var okkur sagt að við værum ljós heimsins, að við ættum að leyfa ljósin okkar að skína til að vísa öllum veg, til að sýna í orði og verki hvernig hægt er að lifa í friði, kærleik og von. Ég bið þess að svo hlýja og birta sem að Jóhann gaf af sér í gegnum lífið lifi með ykkur og verði ykkur alltaf leiðarljós í þeim verkefnum og aðstæðum sem að mæta. Megi friður Guðs umvefja ykkur og þær minningar sem að þessu stund er helgað. Amen. I am each time more.
skulum beðja. Lifandi Guð, vertu okkur nálægur á hverri stundu ferðaræði og helga jarðlífssporið svo að við, stutt og umvafin náð þinni, getum gengið þann lífsins veg sem að færir blessun og ljós inn í líf samferðafólks okkar. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð. Lát þær gefa okkur huggun og styrk þegar sorg og söknuður sækja á. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Jóhann. Við felum þér hann og framtíð og krafta. Veit honum þinn eilífa frið og fögnum við dýrð hjá þér. Og veit okkur þá von og vissu að við sameinumst öll í þínu ljósi. Fyrir Jesú Krist sem þér lifir og ríkir í einingu heilags anda. Amen. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Kristur kenndi og segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem og fyrirgefum vorum skuldir.
Eigi leið þú oss í blessi, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaðu sig Guð skapari okkar, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprissu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprissan og líf, sá sem trúir á mig, mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn. Af jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upprisa. Far í friði, friður Guðs þig blessi, á þetta fyrir allt og allt. Við skulum reyna að standa þegar við syngjum saman síðasta lagi. Amen.